Já, góða kvöldið og velkomið að Rauðaborðinu. Við höldum áfram að reyna átt okkur á samfélaginu sem við lifum í og í kvöld ætlum við að skoða menntakerfið og svona þær breytingar sem hafa orðið á því á nýfrjálshyggjutímanum með svona breyttum afstöðu til opinbers rekstrar og þannig menntakerfisins, samkeppnina menntakerfisins. Og til að ræða þetta komið gott fólk hingað. Það Gunnlaugur Magnússon, hann dósent við Uppsala háskóla, Auður Magdís Auðardóttir. Hún nýdoktor við menntavísindasvið Háskóla Íslands og komið hérna áður. Og svo líka hérna Magnús Þór Jónsson sem nýkjörinn formaður Kennarasambandsins, líka komið hingað áður. Og við ætlum að ræða þetta og það vill svo til að í þættinum í gær við Rauðaborðið að þá nefndi Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB, að hún hefði búið út í Svíþjóð og orðið sósíaldemókratar vegna þess að hún hefði orðið hrifin af því samfélagi sem að þar var. En var að ræða það hversu mikla breytingar hefði orðið á sænsku samfélagi og nefndi þar einkavæðingu heilbrigðiskerfi og menntakerfi, hvernig það væri búið að grafa undan því svona samfélagi sem að var byggt upp á valdatíman í sósíaldemókratana svona á eftirstríðsárunum. Og það veit svo til að Gunnlaugur Magnússon, hann sett út í Svíþjóð og ef ég skil það rétt að þá hefur eitthvað verið að skoða okkur þessi mál eða hvað, eða allavega eftir að vera kunnugur það. Það breytingar sem hafa orðið á sænsku menntakerfi svona á undanförnum áratugum. Gætirðu leitt okkur í gegnum það? Já, ég búinn að stunda rannsóknir á sænsku menntakerfi síðan 2010 það bil, sem doktorsnemi þá og þar áður þá skrifaði ég ritgerð markaðsvæðingu menntakerfi í meistaranáminu mínu, þannig að maður hefur smávegis myndaði hvernig kerfið hefur breyst hérna og það má svo sem segja að þessi ansi það hafa orðið átt sér stað hérna ákveðin umbylting í því hvernig er hugsað menntun alveg frá leikskólastigi og upp í háskólastigi og það einmitt kannski þessi markaðsvæðing hugmyndafræðarinnar menntun sem er það sem að finna mest fyrir hér í Svíþjóð. Í kringum 1970 til 1980 þá stendur Svíþjóð mjög vel í alþjóðlegum samanburði, bæði hvað varðar jafnrétti og gæði skólakerfisins. Niðurstöður sænsks skólakerfis þekkingarniðurstöður voru á toppi í alþjóðlegum samanburði og núna þegar við spólum svona cirka 30 ár tilbaka fram í tíman að þá hefur Svíþjóð fallið á þessum þekkingarstöðlum og eitt af þeim löndum þar sem að ójöfnuður eykst hvað mest. Og það hefur beina tengingu við þær menntaumbætur sem voru framkvæmdar hérna í kringum 1990, sem í seinni hluta 88-89 þegar afnám miðstýringar var gerð á sænska menntakerfinu og eftir 1990 þegar að sem sagt kynnt var til sögunar skólaval, frjáls skólaval og þar leiðandi sjálfstætt reknir skólar. Það sem að síðan breytist ofan á það að sjálfstætt reknu skólunum voru veitt sambærilega eða jafn há upphæð til per nemanda eins og sveitarfélagaskólunum og það var opnað fyrir einkafyrirtæki sem að versla með á verðbréfamarkaði máttu fá að reka skóla og fyrir vikið að þá jókst hlutur þessara fyrirtækja og þessi fyrirtæki eru að vaxa mjög mikið og eru núna orðið það stór að þau eru stærri heldur mörg af stærstu sveitarfélögum Svíþjóðar. Og er það þá fyrirtæki sem að reka skóla bara víða Svíþjóð? Já, það reka skóla víða Svíþjóð og sum þessara fyrirtækja eru eitt af þeim stærstu, til dæmis kallað alþjóðlegi enskiskólinn. Þeir eiga tugi skóla í sveitarfélögum hér og þar landið og setast yfirleitt starta yfirleitt skólunum sínum í sveitarfélögum þar sem það líklegt að þú fáir til dæmis vel menntaða foreldra með góða vinnu sem að hafa hug á því að velja skóla fyrir börnin sín og fyrir vikið að þá vegna þess að eru með enskan prófíl líka þá kennslan að hluta til að ensku. Og þarna myndast ákveðin sortering á nemendum þannig að það ákveðin hluti nemenda sem sækir meira og meira í þessa stóru einkafyrirtækisskóla og það veldur, það
eykur til dæmis þá aðskilnaðinn í skólakerfinu. Við höfum líka séð það að þessi fyrirtæki eru gjarnar á það að veita hærri einkunnir en kannski nemendurnir eiga skilið í ljósi þekkingarniðurstöðuna og við sjáum það að þau koma oft með hærri einkunnir inn í háskólakerfinu en gengur oft verið að fóta sig inn í háskólanáminu. Þannig að þessi hugmyndafræði það að nemendur eiga að velja sér skóla sem passar fjölskyldunni eða passar þeirra prófíl best. Sú hugmynd er ennþá notuð sem kannski það eina verkfæri sem að forsprakkar markaðskerfisins hafa í dag, að maður megi ekki taka valið frá foreldrum og nemendum. En skólakerfi hefur í sjálfu sér orðið minni aukin aðskilnað, það eru verri þekkingarniðurstöður, það eru orðið miklu dýrara, það áttu nú að minnka skrifræði til dæmis, sem við erum núna með fleiri stofnanir sem stunda eftirlit með skólakerfinu. Við erum með miklu fleiri bjúrókrata sem þurfa að fylgjast með því að markaðurinn virki eins og hann á að virka. Og einhvernum, það er ekki hægt að treysta á einhvernum á sama hátt og var hægt áður. Þetta er niðurstaða sem oft kemur þegar að vera að rannsaka einkavæðingu og það kemur lakari þjónusta og kostnaðarsamari fyrir samfélagið og það sem er haldið fram. En má ég áður við tölum afleiðingarnar, má ég aðeins spyrja hver voru rökin fyrir þessu breytingum? Nú vitum við að það er bankakreppa þarna, kemur svona smá högg á Svíþjóð og það var notað sem tækifæri til þess að koma svona stefnubreytingu í ríkisrekstri inn í byrjun 10. áratugarins, passa við ártalið sem þú ert að nefna. En hver voru svona menntarökin fyrir því að það væri þörf á því að breyta sænsku menntakerfi? Þetta er mjög áhugaverð spurning og ég myndi segja að raunverulega séu menntafræðileg rök eiginlega ekki til staðar fyrir þessari breytingu. Það sem að gerist er að það kemur gagnrýni bæði frá hægri og vinstri á menntakerfi þess tíma, í kringum 1970-1980. Frá hægri þá vildi maður meina að kerfið væri dýrt og það væri ekki að skila þeim niðurstöðum sem í samræmi við það sem það kostaði. Og frá vinstri þá var ákveðin svona vonbrigði við því að menntakerfið minnkaði ekki aðskilnaði á þann hátt sem maður hefði vonast til með því að hafa samheldinn grunnskóla frá 1960 og þetta fyrir allar stéttir. Og þetta var meðal annars notað sem rök fyrir því að afnema miðstýringuna á skólakerfinu. Og það er að vissuleitunum til bara fjárhagsleg ákvörðun sem er tekin af Göran Persson sem var þá menntamálaráðherra og var seinna forsætisráðherra Svíþjóðar. En þar í millitíðinni kemur skamlifi ríkisstjórn Carl Bildt og Carl Bildt og hans teymi nota tækifæri eins og þú segir hérna í efnahagskreppunni til þess að annars vegar kynna til sögun á skólavalið í sjálfu sér og það að einkaskóla geti raunverulega tekið sér það leið að stofna skóla hvar sem er. Sveitarfélagið hefur ákveðið rétt á því að segja að við viljum þetta ekki en skólinn getur samt sem að valta við þetta ásamt einni af þessum stofnunum sem að fylgjast með skólakerfinu. Og það var komið með þetta ávísanakerfi sem er til staðar hér að það fylgir ákveðin peningur hverjum nemanda og nemanda getur tekið hennar pening með sig þegar hann er í skóla. Hver voru menntafræðilega rökin? Já, rökin voru fullkomlega hugmyndafræði og fylgdu bara Milton Friedman pakkanum eins og hann lagði sig. Það var að segja að maður átti von á því að samkeppnin myndi verða til þess að skólarnir eru betri vegna þess að þeir þyrftu að keppa nemendur. Maður átti von á því að maður myndi fá fleiri mismunandi uppeldisfræðilegar nálganir og hugmyndir. Maður átti von á því að kennarar og skólastjórar og jafnvel foreldri gætu stýrt skólunum og þar leiðandi til dæmis viðhaldi skólum sem annars myndi vera lagði niður í sveitarfélög í hverfum til dæmis það sem að það er lítið að börnum, þá er kannski skólinn lagði niður af fjárhagslegum ástæðum, þarna getur kennarar og foreldri komið saman og reiki skólana. Þannig að fleiri litli skólar ætti að vera til staðar og að lokum fjölbreytni og svo hagkvæmni. En aftur þær rannsóknir sem voru framkvæmdar til þess að koma þessu stað voru nánast ekki til stað. Það er til ein lítil rannsókn sem varðaði sjálfa afnám miðstýringarinnar en hvað varðaði allt hitt, þessa kynningu á því að skólandi getur starta hvar sem er og skólaval og svo framvegis, það voru engar rannsóknir gerðar, heldur bara fullkomlega ákvörðun sem var bara ósköp einfaldlega tekin. Það sem er mjög áhugavert hins vegar í
þeim skjölum sem voru birt sem rök fyrir þessu, þá meðal annars talað það að hérna eigi foreldrar og nemendur að taka meiri ábyrgð á menntun sinni. Það að segja að hérna umverulega menntunin ekki bara einkavædd í þeim skilningi að einkaaðilum leyft að reka skóla, sem sjálfu sér kannski ekkert vandamál ímynda sér til þess að kennarar og skólastjórar vilja reka skóla með einhverjum hugmyndafræði. En heldur líka einkavæðing á ábyrgðinni á menntunum. Þannig að nú það raunverulega bara mér að kenna ef að börnin mín í lélegum skóla, því ég hef alltaf möguleikann á því að velja nýjan skóla. Gefið að ég búi í sveitarfélagi sem með marga skóla. Þú nefndir áðan að stórfyrirtækin sem eru inni á menntakerfinu, að þau komið sér fyrir það sem eru svona betur settir foreldrar, kannski frekar í borgum heldur en í dreifðari byggðum, og tökum bara dæmi Reykjavík, frekar í Fossvoginum heldur en í Breiðholtinu, tökum svona dæmi. Ástæðan sú að það sé kostnaðarminna að kenna börnum slíkra foreldra, eða eru þeir að rukka eitthvað umfram svona voucherinn sem að foreldra fá með barninu til þess að kaupa menntun? Já, hér mega skólarnir ekki rukka neitt aukalega. Það meira séð þannig að ef skólarnir biðja 50 krónur vegna þess að þeir ætla að fara í skólaferð eitthvað, þá getur það startað fjölmiðlafári hér, þannig að og þá meina ég 50 svenska krónur, einhver 500 kall eða eitthvað svoleiðis. Hins vegar að þannig að þeir mega ekki rukka neitt aukalega pening, heldur snýst þetta ósköp einfaldlega það að hérna eru nemendur sem eru líklegir til þess að hafa stuðning heima, sem eru líklegir til þess að hafa skólavana, sem eru líklegir til þess að vera aldur upp með að öðruvísi hugmyndafræði hvað varðar nám og annað. Þannig að þeir eru raunverulega sjálfstæðir, og þetta sést ekki síst í því hvernig hvert hlutfall kennara, menntara kennara í þessum skólum, því að hér eru oftast mun lægra hlutfall menntara kennara per nemendahóp. Þannig að rekstur skóla sem miklu og hér má kannski ekki síst alls ekki gleyma því að ræða raunverulega hvernig kerfið fjármagnað, vegna þess að kerfið fjármagna per nemanda, að þá það raunverulega þannig að þegar þú ert komin með, segjum, 22 nemendur, þá ertu kannski búin að borga þann kostnað sem að skólinn ber af hverjum nemanda. Af bekknum, fyrir að segja. Kennari, fastu kostnaði skólans kennari og bekkurinn, rýmið. Og leið þú ert komin með sjálfstæðari nemendur og getur haft færri kennara per nemendur, þá hver nemandi sem bætt í bekkin eftir þessa 22 sko bara falla hagnaður. Og við sjáum það semst hér að bæði þessi fyrirtæki eru með stærri bekki, en þau eru líka oftar með ómenntaði kennara, og ómenntaði kennara kostar líka minna, vegna þess að þeir fá ekki sömu laun og menntaði kennara. Og eitt af því sem við höfum séð sem svona hliðar afleiðing þess að við vitum það að það hefur verið kennaraskortur, vaxandi kennaraskortur í sænsku menntakerfi undanfarin ár, og allar spár benda til þess að hann muni versna, ekki síst vegna þess að kennaramentunin næri ekki að sinna eftirspurninni, en samtímis þá eiga menntaði kennari mjög erfitt með að fá vinnu ef þeir eru ekki tilbúin til að lækka við sig í launum eða starfa tímabundið eða eitthvað. Það óþverra og sko bara að ráða en kennari tímabundið á lægra laun. Já, sem enn eitt einkenni á einkavæðingu, að til lengri tíma þá byggir hagnaður þeirra sem að fara inn, þar sem áður var opinber rekstur, á því að beygja niður launakjör og flytja raunverulega hluta af laununum til sín sem hagnað. Það þetta við að sjá. Og maður sér raunverulega hvernig sú hugmyndafræði smittar síðan aftur yfir í sveitarfélagaskólana, vegna þess að sveitarfélagaskólarnir borga sem sagt hverjum einkaskóla jafn mikið per nemanda og þú borgar fyrir eina nemanda. En sveitarfélögin hafa hins vegar ábyrgð á því að veita öllum nemendum í sveitarfélaginu þá menntun sem þeir þurfa. Þannig að ef að til dæmis einkaskóli lagður niður einhverju hluta vegna, þá þarf sveitarfélagi að hafa rými til þess að taka við þeim nemendum sem að hverfa frá þeim. Þannig að sveitarfélagaskólarnir, þeir missa nemendur, þá missa þeir allan hagnaðinn, alla peningana sem að fylgja nemendum, en þeir missa bara 10% af kostnaðum sem að nemendunum fylgja. Þannig að vegna þess að þeir þurfa ennþá að hafa bekk með 20x nemendum og þennan kennara og svo framvegis. Það ekki að leggja niður
bekk eða 2 nemendur úr hverjum bekk hverfum skólum. Þannig að og við sjáum það að sveitarfélögin vegna þess að kostnaður við skólakerfið eykst, meðal annars út af þessari ábyrgð sem að sveitarfélögin hafa, að þá stanslaust verið að skera niður í skólakerfinu til þess að eldast við kostnað sem að fylgir raunverulega skólavalinu og því að nemendur hverfum. Þannig að þetta orðið eiginlega svipuð þróun og bara í Bandaríkjunum þar sem að þegar að fólk flutti millistétta fólki flutti út í úthverfin og skildu eftir fátækara fólk og inn í miðjum borgunum, að þá brotnaði raunverulega skólakerfið þar inni vegna þess að það hafði minni tekjur og sátu kannski uppi með nemendur sem væri kostnaðarsamar að kenna. Þannig að það má merkja þessa þróun í Svíþjóð að einkaskólarnir, þeir eru kannski ekki að bjóða upp á betri, þeir eru ekki með betri árangur eins og lýstur í upphafi, en álagið á opinbera kerfi verður þannig að þeir skólar eru líka að versna hratt. Já, nákvæmlega og svo má aftur segja það eru til margir raunverulega sveitarfélagaskólar sem eru í hagkvæmum hverfum sem að gengur vel, þannig að reglan gildir ekki að allir sveitarfélagaskólar versni og allir einkaskólar skáni, en heldur hefur þetta áhrif náttúrulega innan sveitarfélagaskólakerfisins líka vegna þess að raunverulega eru bara 15% nemenda sem ganga í einkaskólum í Svíþjóð á grunnskólastigi, það eru um 25% á framhaldsskólastigi, en svo aftur í sumum borgum þá það kannski helmingur eða fleiri nemendur á framhaldsskólastigi sem er einkaskóla og einhver 25% á grunnskólastigi. En sem sagt við sjáum að þessi skólarnir verða sem sagt raunverulega ólíkari hvor öðrum, þannig að það eru fleiri og fleiri skólar sem eru nánast bara með nemendur á erlendu bergibrotnu, það eru fleiri og fleiri skólar sem eru með fleiri nemendur sem að þurfa á sérstöðningi að halda, það eru nemendurnir verða einsleitari hvað varðar til dæmis niðurstöðunar, sumir skólar þeir sanga þessir nemendur sem gengur vel í skóla og svo framvegis. Þannig að við sjáum með þessa sorteringu á nemendurum í skólakerfinu sem að hefur náttúrulega aukið þennan ójöfnuð sem er stanslaust að tala um. Og er ekki gott fyrir lýðræðið samfélag að börnin og nemendurnir fá ekki reynslu af því í uppvextunum að lifa í fjölþættu samfélagi, svipað samfélagi sem við lifum raunverulega í. Er það ekki talið vera? Algjörlega, og það má raunverulega orða þetta á 2 vegu. Annars vegar að það að við rænum sem hvíta sænska nemendur sem að tilheyra efri millistéttinni þeim möguleika á því að kynnast þeirri fjölbreytni sem er í samfélaginu, bæði hvað varðar bakgrunn nemenda en einnig til dæmis hvað varðar sem fatlanir eða skólaörðuleika eða annað, og hinn bóginn þá verður það líka til þess að það eru skólar hér sem eru kannski ekki með nema einhverja handfylli nemenda sem að tala sænsku sem móðurmál. Og það er náttúrulega verið að ræna þá raunverulega þá nemendur líka möguleikanum því að umgangast sænska nemendur, kynnast samfélagin, læra sænskuna og svo framvegis. Þannig að þetta hefur smitandi áhrif áfram út í samfélagið hvað varðar aðskilnaðin umfram bara það sem gerist í skólan. Herðu, Auður Magndís, má kannski merkja að við séum kannski einhver leyti á þessar leið en þetta er ekki við íslensk skólakerfi þar sem að Gunnlaugur er að lýsa, er það? Nei, við erum náttúrulega alls ekki eins langt gengin og Svíþjóð. Hverfi skólarnir hér eru ennþá mjög sterkir og þeir eru ennþá svona hið viðtekna. Þú veist, hið almenna foreldra á Íslandi, það liggur ekki yfir því að þurfa að standa fram fyrir því að velja úr 5-10 skólum fyrir barnið sitt og liggja þá yfir niðurstöðum og samræddum prófum og þess aftar, þó að þá séu þetta til að fólk gera þetta, þá er þetta ekki svona almenni trendin. Einkaskólar eru náttúrulega til og 5% barna á höfuðborgarsvæðinu ganga í einkarekna skóla, hlutfallið er lægra þá á landsvísu, því einkaskólarnir eru allir í Reykjavík, og það er svolítið áhugavert að svo ég tengi inn í það sem að Gunnlaugur var að segja með að einkaskólarnir eru að velja að vera í hverfum eða eins og Íslandi á höfuðborgarsvæðinu og innan höfuðborgarsvæðisins þá á svæðum þar sem að þeir eru líklegri til að
ná til nemenda og foreldra sem eru í efri stéttum og þetta gera það náttúrulega líka meðal annars út af því að þeir eru reknir eins og fyrirtæki. Þetta eru menntastofnanir en þeir lúta í raunverulega lögmálum fyrirtækja og fyrirtæki þurfa að selja vöru og þau þurfa að sýna þeim sem ekki eru að kaupa vöruna fram á að það sé rétta fólkið og cool fólk og fólk sem hefur völdin í samfélaginu sem eru að kaupa þeirra vöru. Og það geta þau ekki gert skólarnir ef að þeir taka inn nemendur sem standa höllum fæti sem að af erlendum uppruna eða af lægri stéttum, hafa ekki svona þennan stuðning sem að skólakerfi vil sjá heima hjá sér og svo framvegis. Þannig líka verður þessi aðgreining til og það eru líka til íslenska rannsóknir á því á foreldrum sem að senda börnin í einkaskóla að foreldrarnir eru að hluta til að minnstakosti, það eru þetta miljóna eina ástæða fyrir því, geta verið alls konar aðstæður og allt þetta, en að hluta til að minnstakosti eru þeir að gera það til að aðgreina sig frá einhverju sem að þeir telja í hverfisskólanum sé börn sem að eru illa upp alin eða það séu metnaðarleysi kennarar þar og þessartar og þetta þá foreldrar sem að almennt hafa ekki neina reynslu af hverfisskólanum. Þetta bara einhver svona orðræða sem að mögulega kemur erlendis frá, ég veit það ekki alveg, að almenna kerfið, sveitafélög og ríki séu bara einhvern nátt vanhæf til að halda úti svona almennri þjónustu eða svona mikilvægri public good þjónustu og einkakerfið sé bara pottið betra. Og nú ég ekki að segja að það sé ekki frábæri kennarar og bara allt bara gott marga einkaskóla að segja. Ég var sjálf í einkaskóla stærstum hluta minna grunnskólagöngu. En þetta samt svona ákveðin orðræða sem verður til sem í rauninni á sér kannski ekki endilega stóð í raunveruleikanum. En svo líka annað sem að mér áhugavert að fá fólk til að hugsa og það að markaðs svona væðing og markaðshyggja í menntun. Ein birtingamynd hennar vissulega einkaskólar og það séu fyrirtæki, jafnvel stór fyrirtæki sem eru með aðsetur að Tortóla og svona eins og dæmi í Svíþjóð, rekiskóla, en svo líka svona meira falin markaðsvæðing, þar sem að við erum í rauninni ennþá með sveitafélagsrekna skóla, rauninni ekki falin markaðsvæðing, heldur meira markaðshyggja. Þar sem að við búum til einhvers konar samkeppni á milli skólana og svona förum að hugsa í rauninni nemendur og foreldra sem neytendur á markaði, óháð rekstrarformi skólans. Að það verði einhvers konar þessáttar hugmyndafræði ofan á og ég held að við séum, það alveg blikur á lofti með þetta á Íslandi, þú veist. Það bæði mikið talað sem að nefnist fjölbreytt rekstrarform og sjálfstætt reknir skólar sem rauninni bara svona einhvers konar skrautirði fyrir það að fyrirtæki er ekki skóla. Þetta mætir ekki mikill andstöðu, finnst mér, á neinstaðar í pólitíkinni. Þetta mætir svona í besta falli þögn en mjög lítilli svona virkri andstöðu. Það sem að væri rauninni mjög auðvitað að sýna fram á bara þetta verður ekki reynst vel erlendis. Og þetta kannski ekki farið átt. En svo líka bara svona áhersla eða svona orðræða skilvirkni skóla og gæði skóla. Við þurfum að birta samræmdu prófin opinberlega til að foreldrar geti nú legið yfir þeim og sett svolítið þrýsting á kennarana. Og svona að kennarar fái minna faglegt vald í rauninni við sínu starfi og séu meira ofurseldir því að vera undir einhvers konar mælikvörðum. Við erum líka með fyrirtæki sem að sjáum matinn, sem sjáum mentor, sem sjáum skólapúlsinn, þetta allt saman einkafyrirtæki. Þannig að það eru nú þegar einkafyrirtæki að koma rekstrinum og svona ákveðin bara markaðshugsun í gangi hvað varðar menntun. Náttúrulega mjög mikið á háskólastiginu en líka á framhaldsskólastiginu, grunnskólastiginu. Við eigum alveg dæmum eins og Hraðbraut, framhaldsskólinn þar sem var einhvers konar brjálæðislegt fjármála misferli í gangi og arður greiddur út og þess áttar. Þannig að nei, við erum ekki jafnlangt gengin á Svíþjóð en það eru ákveðni trendar í gangi, það eru ákveðna blikur á lofti og það enginn að tala það. Við erum að því núna. Mér langar aðeins að ég má spyrja Gunnlaug þetta, hvort að þessi stefnubreyting í menntakerfinu
hafi haft áhrif á sveitarfélögur reknu skólana, að þeir séu rekni núna og svona markmiðið þeirra og svona séu líkar því eins og þeir séu fyrirtæki þó þeir séu opinberar stofnanir heldur en var þarna fyrir 1990 sem að Auður vel að segja að það sem að ferða að láta eins og skólarnir séu fyrirtæki á markaði þó þeir séu það kannski ekki. Já, og ég myndi mjög fegin að spyrja þessari spurningar því að það eru núna tveir þættir hérna í svarunum sem ég myndi vilja tengja við. Annars vegar með fyrirtækjareksturinn sem einhvers konar svona yfirhangandi hugmyndafræði eitthvað sem hlýtur að vera gott. Það er að segja ef að sveitarfélögin og skólarnir eru reknir eins og fyrirtæki og þá sé til dæmis hægt að lækka skatta vegna þess að þau verið stanslaust hagkvæmari í sínum rekstri. Og hér til dæmis oft talað það að rektor eða skólastjóri í grunnskóla til dæmis eða í raunverulega hvaða skólastigi sem hans ábyrgð bæði lagalega á gæðum skólans og hún er lagalega líka hvað varðar það hvernig séðum nemendur sem þurfa sérstöningi halda og svo varðar það líka það að rektor á að sinna uppeldisfræðilegri þróun og kennslufræðilegri þróun en að sjá til þess að hún eigi sér stað að minnst okkur innan skólans. En öll þessi markmið eru raunverulega undir þau eru sett neðan við yfirgripandi markmið að skólinn verði að halda budget. Þú ert með þitt fjármagn og það er alveg sama hvað gerist, þú mátt ekki lenda í mínus. Og ein af afleiðingum þessa kerfis núna er það til dæmis ef að grunnskóli lendir í mínus og þarf til dæmis að fá þá ákveðin, segjum til dæmis vegna þess að þeir missa 4 nemendur í hverjum bekk frá sér þegar nýji skólinn startar í apríl og þeir fá ekki fullan pening fyrir árið. Og skólinn lendir í mínus og þá verður sveitarfélagi sem að þarf að borga þá þessum skóla smá auka pening að borga samsvarandi upphæð til allra skóla í sveitarfélaginu. Það er á meðal einhver skóla. Þannig að fyrirtækjareksturinn er sko ekki bara til staðar sem einhvers konar hugmyndafræði það að þú stanslaust að fara að spara og bæta framleiðnina, þess að hversu marga nemendur þú mentar per krónu, heldur líka í skilningunum að það stanslaust verið að segja skólunum að spara vegna þess að þeir eru að verða að gera. Það er einn yfirgripandi hugmynd og það er engin hækkaskatt. Og breytir kannski svona hlutverki skólastjórans frá því að vera fremstur meðal jafningja í menntamálum yfir í að verða svona framlengingar snúra fyrir fjárveitingavaldið eða fjármálastjóra viðkomandi sveitarfélags. Já, og það er nákvæmlega það sem er málið og þegar að skólastjórunum tekst ekki að sinna þessu hlutverki þá er sko bara að skipta út skólastjóra. Ég hef bara dæmið þetta úr skóladóttur minna. Þetta gerist bara núna í fyrra, það var sett á hann 45 miljóna sparnaðar á einu ári og þegar skólastjórunum tókst ekki að sinna því að þá var sko bara að skipta út og nýji skólastjóri sér að sjálfsögðu þetta einhvers konar svona challenge en við munum gera þetta og sjálfsögðu byrja á því að segja upp þeim til dæmis stöðningsaðilum sem voru til staða fyrir nemendur í þörf sérstöðningu. Þannig að sparnaðurinn settist beint þar sem að hann kannski á síst heima. Svo var það hitt sem að Auður snert á sem að vera hvernig markaðshugmyndafræðin hefur grafið sig inn í raunverulega það hvernig við hugsum menntun. Það er að segja að í staðinn fyrir að hugsa menntun sem eitthvað sem að varðar bara hérna gamla góða heimsbyggju hugmyndunum það að verða meiri manneskja. Við lærum til þess að læra og við viljum læra meira og fleiri hluti til þess að verða meiri manneskja. Þá hugsaum við núna menntun sem eitthvað sem á að mata beint inn í atvinnumarkaðinn. Og þessi hugmynd það að allir eigi stanslaust að vera að fylgjast með öllum upplýsingum sem það er til dæmis alveg fullkomlega ómögulegt að gera almennilegt val á grundvelli þeirra upplýsinga sem þú færð skólakerfi sem foreldri. Þannig að flest foreldri þau velja samkvæmt einhvers konar bara, hvað segir, rúmur eða reputation, ég man ekki Orðrómur, takk fyrir, já. Orðrómur meðal sinna líka. Já, nákvæmlega, orðrómur meðal sinna líka fyrst og fremst. Og raunverulega ekki endilega á þeim svona tölfræðilegu upplýsingum sem hægt er að færa fram vegna þess að þær er ekki endilega aðgengilega fyrir hvern sem er. Fyrir vikið þá verður skólavalið alltaf verkfæri þeirra sem að hafa verkfæri og hafa tengslanett.
sem að sjálfsögðu lokar aðra þjóðfélagshópa úti. En þessi markashugmyndafræði það hvernig við hugsaum menntun eins og Auður snert á líka er náttúrulega sérstaklega innan háskólasviðsins líka hérna og þar umhverfið kemur þessi stefna beint frá Evrópusambandinu og niður. Og í OECD það á kannski grunnskóla og framhaldsskólastíð. Þessi hugmyndafræði hún svona gegnum sýrir alveg það hvernig við hugsaum menntun. Og við höfum svona mist tökin á þessari kannski samfélagslegu hugsjón að við byggjum upp samfélagina skólakerfisins af einstaklingum sem eiga að hafa þekkingarinnar vegna, ekki til þess að fá jobb við eitthvað sérstakt þegar við búin með námið. Og öll þessi þróun líka bara örstuðt að þessi hugmyndafræði hún seitlar til okkar, það segir enginn bara, heyrðu, já, nú ætlum við markaðsvæði þetta menntakerfi. Þetta fer fram undir einhvers konar formerkjum, þróunar, skilvirkni, valfrelsi og eitthvað þess að það sem er bara mjög erfitt svona pólitískt séð að einhvern veginn ætla bara að standa við pont og vera bara, nei, heyrðu, ég er bara mótfallin valfrelsi. Þú veist, af því þetta er einhvern veginn fer fram undir einhvern svona dulkóðun. En af því að við erum ekki svona langt gengin eins og Svíþjóð og fleiri lönd, þá getum við þekkt þessi merki og skilið þau og dekóða þau í rauninni áður en að við sögnum í fyrir. Ég ætla ekki að draga úr bjartsýniðinni, Auður Magdís, en þegar er vitnað til Svíþjóðar, hvort sem er í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu, í pólitískri umræðu á Íslandi, þá er verið að taka það sem fyrirmynd, að við eigum að fara í einkavæðingu eins og í Svíþjóð. Það er því miður. Já, ég veit það. Ég er ekkert eitthvað ógeðslega bjartsýn. Ég er bara svona að segja að hypothetically, þá getum við þekkt merkin og ekki fyrir þessa leið. Má ég spyrja út í eitt sem þú sagðir sem var svona að vera að mæla hluti og það eru stofnanir sem að fylgjast með og það er krafa skilvirkni og til þess að setja að mæla skilvirkni þá þurfa að vera bara einhverju tilteknir hlutir sem eru mældir og við mælum það sem er mælanlegt en mælum bara ekki hitt og smátt á kannski verða hugmyndir okkar að skólan svona, við getum kallað þetta gervigrind, þar sem að við bara færum okkur niður á svona það sem tölvar ræður við að meta, þú veist gott að skólarnir séu góðir. Heldur að séu merkjum þetta í íslensku skólastarfi að svona fókusinn fari yfir á eitthvað sem er mælanlegt sem að menntastofnun getur fylgst með, sem að menntamálaráðuneytið getur fylgst með, þannig að þetta gangi svona vel á milli ýmissa millistjórnenda í eftirlitsstofnunum og skólinn svona aðlagi sig að kröfunum þaðan? Já, ég held að það séu klárlega merkjum þetta. Aftur þá erum við ekki kannski sú þjóð sem er hvað lengst gengin þessar átt. Ég meina við erum með hæfniviðmið í aðalnámskrá sem eru mjög fjölbreytt og gera ráð fyrir fjölbreytti hæfni sem að er ekkit bara alls ekki hægt að mæla á einhverju krossaprófi. Þú veist, og það er bara gott og vel og við erum með markmið þar að nemendur eiga að þekkja til jafnréttis og svo við en svo erum við náttúrulega á hinbóginn líka með samræmd próf í 3 árgöngum í grunnskóla og við PISA fær náttúrulega gríðarlega umfjöllun hér á hverju ári hvernig við erum hvernig okkur er að hraka þar og svo er líka slegið upp í fjölmiðlum hvaða skólum gekk verst í samræmdaprófunum og svo framvegis þetta bara opinberar upplýsingar og þetta var ekki svona að eilífu aftur í tímann það var þetta var ekki með þessum hætti, þannig að það eru klárlega merki í þessa átt líka og ég óttast að því miður að bæði PISA og samræmdaprófin sem eru svona samræmdar, stórar, staðlaðar mælingar hafi meira að segja svona stefnumótun hérlendis heldur en hinn óljósu en þó fögru og mjög mikilvægu markmið aðalnámskrár en mér þetta áhugavert að heyra hvað Magnús segir það. Það er einmitt komið á honum, því að nú erum við búin að vera að tala við fræðafólkið sem að ég reyndi að reikna með að þið hafið einhvern tímann kennt en Magnús hefur ekkert gert annað síðan hann var bara kornungur og ekki foreldrar hans heldur, þannig að hann er kennari langt aftur í ættir og aldir. Hvað segirðu, þegar þú heyrir lýsingu þeirra, rímar þetta við reynslu þína af skólakerfinu? Það sem þau verða að benda á og tala Það er bara frábært að fá að sitja og hlusta, maður gerir það allt og sjaldan og kannski sérstaklega fróðlegt fyrir mig vegna þess að auðvitað er alveg hárrétt sem þú segir Gunnar Smári að Svíþjóð hefur haft ákveðna vikt hjá Íslendingum og ég held að við séum
mjög mikið að horfa til Svíþjóðar. Ég er búin að vera í þessu starfi sem inn í grunnskóla í 27 ár núna í ár og ég held ég sé búin að fara í 4 svona stúdíutúra til Svíþjóðar og þar höfum við verið að skoða Malmö, Helsingborgarsvæðis verið svolítið svona veikið svona það sem við erum að horfa til. Þannig að það mjög margt í svona íslenskum fræðum sem að hefur horft til Svíþjóðar. Þannig að það hefur auðvitað verið svona fróðlegt að hlusta á þetta hérna núna og velta því upp hvernig þetta lítur út. Sko það alveg þannig að við erum auðvitað bara svona örkerfi miðað við þessi kerfi sem við erum að horfa til á Norðurlöndunum að það svona, það var kannski fróðlegt hjá mér að heyra því að auðvitað veit ég það að við erum hérna að tala skólakerfi borgarna væntanlega og það auðvitað það sem að við erum kannski tiltölulega nýlega komin með, myndi ég segja á Íslandi, þegar ég var að hefja mína kennslu norður í heimabænum mínum, svo 1994, þá var ennþá, ég ætli það hafi ekki verið svona upp undir 40-45% nemenda sem voru í skólum utan það sem við erum farin að afmarka sem svona höfuðborgarsvæði sem nær í dag alveg frá Reykjanesinu og kannski austur á Selfoss. Að núna erum við að koma á þann staðinn sem að tiltölulega svona nýlega komið til okkar. Það þetta sem að kannski við aðeins verið svona adressan hérna sem hefur verið kallað skólaval eða hvernig það hefur verið. Við erum komið með stærri samfélög sem að fara þá að vera sterkari í hvernig orðið að samkeppni eða einhverju svona samanburði milli svæða og það held ég að sé svona kannski ástæða þess að við erum ekki komin lengra í þessum pælingum en við erum að gera. Það hins vegar alveg klart mál að það sem þau að rifja að fara hér yfir og hér á undan bæði tvö, við sjáum alveg ákveðin merki, ég meina tækniskólinn til dæmis stærsti framhaldsskólinn held ég örugglega og þar einkaskóli og þar hefur klárlega komið upp svona ákveðin mál sem þeir hafa farið í samkeppnum ákveðna nemendur sem að við erum alveg að ræða þó að það sé kannski ekki komið hátt. Í grunnskólanum, svo komum við hérna áðan, þá hafa verið einkaskólar og þeir auðvitað eru að keyra inn á ákveðin gildi eða ákveðin svona atriði sem að þau voru bæði að tala hérna. Þeir auðvitað fara inn ákveðin svið og eru svona, ég ætla ekki að segja mótvægi, en fara kannski á aðrar áherslur heldur en hinn almenni skóli og svo náttúrulega núna á síðustu 10 árum þá fórum við að heyra þessu orði sem að nota svolítið hérna og kallað skólaval og það auðvitað hefur verið bara áhugavert í rauninni að fylgjast með hvernig umræðan þar hefur breyst svona einmitt og orðið klárlega umræða inn í öllum kerfunum okkar og mengjunum það hvaða áhrif skólaval hefur því það akkurat, þar tengi ég bara beint við það að umræðan afmarkaða þætti og afmarkaða mælikvarða eins og samræðpróf PISA hafi verið nefnt hérna og svo bara svona einhvern orðróm sem að stundum verður til. Það allt eitthvað sem að við hér í stærri kerfunum, í stærri skólunum þar sem við erum að tala marga skóla innan sama sveitafélags. Þá verðum við að taka þá umræðu sem samfélag hvert við ætlum að láta þá umræðu þróast. En það alveg ennþá þannig að þetta svona fjöldi skóla ætla sig ekki, ef við teljum fjölda skóla, það myndur halda ennþá að það væri meiri hluti skóla væri utan þessara svæða en ætla við séum ekki komið með 85% nemenda inn á þetta stærra svæði hérna, þar sem að við greinum mjög þessa þætti sem að verið að vísa hérna til sem svona áhrifa þátta í umhverfi skólana og það engin spurning að við eigum að taka þessa umræðu, við eigum að hlusta eftir þessi Gulli var að segja og Auður náttúrulega hefur verið að skoða, veit ég, okkar samfélag vegna þess að við erum bara, við erum vestrænt samfélag og ég algjörlega sammála því sem þú kannski varst að tala Gunnar með það að við eigum ekki að afskrifa það að við séum bara eitthvað stakket út í Atlantshafið, við erum það ekki og við horfum til klárlega kerfisins og Svíþjóðar og umræðan klárlega þar. Svo getum við alveg velt við okkur líka, það alltaf líka komin ákveðin svona, ég veit ekki hvort við erum að kalla það áhættu eða svona einhverja tilhneigingu, til dæmis sem að snertir kannski COVID-faraldurinn að við erum að fara að horfa til alls konar svona lausna, þú komst kannski aðeins inn á það þarna í spjallinu áðan bara stafrænan skóla, við erum alveg að greina merki þess að það að koma svona einhverjar hugmyndur það að það sé hægt að búa til
skóla sem eru þá utan við því almenna kerfi og svona verið að ræða það aðeins og verið að velta upp hlutum aukstaröðunar heimi. Þannig að við þetta litla eyjasamfélag hérna út í hafi við verðum að taka mark á því hvað að gerast í kringum okkur og þetta er umræða sem við eigum að vera að taka, klálega. En má ég spyrja, þú talar að séu breytingar í samfélaginu hérna sem eru bara út af byggðarsjónarmiðum, en svo eru náttúrulega líka svona hugmyndalega breytingar sem eru að hafa áhrif á þetta. Hvar er til dæmis kennarasamfélagi statt í þessu? Upplifir það að sé svona virk umræða hvert íslenskt skólasamfélagi er að fara, eða eru við kannski eru breytingar að verða og kannski viðbrögð stéttarinnar ekki komið fram, ekki enn öflug umræða það, hvert eru við eiginlega að fara með þetta system? Ég upplifa það að umræðan, hún sé klárlega þar. Það er reyndar svo sem nýlega komið fram að í könnunum sem OECD tók út svona okkar kerfi og okkar skóla það að við Íslendingar erum kannski getur rosalega góðir í svona einhverju langtímasjónarmiðum og við erum kannski of lítið að velta fyrir einhverju stórmyndinni. Og það held ég að sé kannski bara svona svolítið staðan þannig að þetta tiltölulega nýlega nýtilkomið að við séum að einmitt bara svona hugtakið svo skólaval kallar á það að orðrómur einhver gæði ákveðin skóla fer af stað og þá þetta verður kennarasamfélag bara í hverfið í skóla vart við það og svo umræða mjög. Ég ætla ekki að segja hvað kannski þetta að velja sér eitthvað orð, en hún er skemmra á veg komin, heldur að greina til dæmis í Svíþjóð og Englandi. Ég hef nýlega verið í Englandi í tengslum við mitt nám að taka samtal við það sem að þessi umræða miklu meira lifandi það að hvernig við svona lifum í því að vera í þessari umræðu eða undir þessum dómstóli. Svo getur vel verið það því ég náttúrulega ég er alin upp í samfélagi þess að var bara einn skóli og enginn að velta því fyrir mér og nú kannski þekkja þeir betur til þeir sem voru til dæmis í borgarskólunum hérna upp úr 1970 þar sem maður heyrir að orðrómur hafi kannski verið líka eitthvað sem þá, en það er alveg klárlega þannig að kennarasamfélögin núna eru að velta þessu upp og eru klárlega til dæmis virki umræðum þegar þessi umræða kemur samræmdpróf eða PISA sem einhverja mælikvarða gæði skólastarfs, þá hefur fólk tekið þá umræðu, já, finnst mér alltaf meira og meira þroska. Fyrst voru við nú bara svolítið svona bara ætlum ekki að vera með í þessari umræðu en held ég átt okkur á því að þetta skiptir okkur máli bara fyrir okkar starf, hvernig við tæklum þessa umgjörð starfsins okkar. Þannig að ég myndi segja það að þessi umræða sem við erum eiga hérna núna sé klárlega komin núna inn á vettvang kennarana og inn á vettvang þessara miðlægu stofnanir svo til dæmis kennarasambandsins, þá þetta partur af umræðu skólaþróun alveg frá í rauninni núna leikskólum, því að þeir eru náttúrulega orðið fyrsta skólastig í Ísland og þar eru líka einkaskólar og alveg upp í gegnum kerfið okkar. Þannig að umræðan klárlega í gangi og hún tiltölulega ný, af því að aftur maður búin að vera lengi í þessu. Þetta voru ekki þeir þættir sem var kannski verið að velta upp áður en hafa klárlega komið upp núna því að margt af því sem að Gunnlaugur að lýsa, ég hef ekki upplifað það að þeir skipt skólastjóra eða menn hafi verið þetta svona, hvernig við getum orðað brútal eða ákveðnir, en það alveg umræða og við höfum alveg orðið vör við það í íslensku samfélagi umræðu skóla getur verið býsna grimm og hugmyndir foreldra eða skólaráða eða þeirra sem standa í kringum skólana má segja vísi kannski alveg í átt þess sem að Gunnlaugur að lýsa sem komið núna í Svíþjóð og þess vegna fannst mér mjög fróðlegt að hlusta á það hvernig þetta kannski svona byrjar og hvernig þetta komið þar og þá eigum við auðvitað að velta því fyrir okkur hvort að það sé ekki vert að fylgjast með nákvæmlega þeirri vegferð Svíana og ekki ætlum við helst að fara þarna því að ég held að við hljótum öll að vera sammála það að það sé orðið rosalega langt selst eins og Gunnlaugur lýsir sænska kerfinu. Gunnlaugur, má ég spyrja afstöðu sænskra kennara? Kennarasambandi þar og svona kennara almennt, eru þeir hlynntir þessu breytingum eða ansnúnir? Já, þetta flókin spurning. Ég myndi segja að markaðshyggjan hefur að mörgu leitinu til grafið undan aðstæðum, bæði vinnuaðstæðum kennara og stöðukennara. Eina afleiðing markaðsvæðingarinnar stanslaus aukning og skrifræði. Það að segja að kennarar sinna minna kennslustörfum og meira alls konar
skráningu og hinn og þessu og ekki síst hvað var það innra gæðastarf skólana sem að þarf ofta að sýna fram á að sé til staðar en ekki endilega hvort það virki eins og það sé tilætlast. Og núna bara á undanförnum svona 2-3 árum þá átt sér stað mjög stór breyting í menntamála umræðu í Svíþjóð, það sem að kennarar og margir vísindamenn líka, en fyrst og fremst kennarar og skólastjórar hafa klifið inn á þessa svona umræðu skólamál og sagt frá sínu skoðun og sýnt fram á afleiðingarnar á stöðu og starf kennara og fyrir nemendur fyrir viki líka. En áður þá var raunverulega kjarninn í útskýringu þeirra sem að vildu verja núverandi menntakerfi vefenging á starfi og menntun kennara. Það er að segja að kennaramenntun var aldrei nógu góð, þetta skipt kennaramenntun hérna í Svíþjóð oftar heldur en margir skipt nærbuxur og ég myndi segja að vefengin, hugmyndin það að hinn góði kennari væri allsherjar lausnin á sænsku skólakerfi væri það sem að stýrði öllu og fyrir vikið þá til dæmis var launaþróun kennara í Svíþjóð mjög á eftir. Það búið að gera ákveðin inngrip í það frá ríkinu sem mjög kontroversial svona vegna þess að sænska kerfi byggir mikið á samningum milli aðila. En það hefur tilraunir til þess að raunverulega bæta starfsaðstæður kennara eftir þessi markaðsvæðingu. Ég myndi aðeins, í lagi snerti aðeins hérna á þessu svolítið fyndin nefnilega þessi hugmynd góða og slæma skóla og hún nefnilega líka hluti af þessu markaðspælingu og þessi listar yfir skóla eftir því hvernig það gengur á samræðuprófum er oft kallað naming and shaming og hefur einmitt haft mjög slæm áhrif á þá skóla sem eru nefndir og látnir skamma sín og aftur veldur því að veru svona Matteusar effekt á því að skólarnir sem eru ofarlega á listanum fá fleiri og fleiri betri nemendur eða einfaldari nemendur. Þannig að núna er það til dæmis þannig eins og að meðan að PISA og samræmd próf hafa oft leitt til þess að við erum að mæla það sem er hægt að mæla og einblínum of mikið á mælanlega hluti, þá eru PISA og samræmdu prófi núna mikilvægustu verkfæri markaðsgagnrýnenda í Svíþjóð. Vegna þess að með þeim prófum er hægt að sýna fram á að nemendur fá hærri lokaeinkunnir heldur en þeir hefðu átt að fá miðað við samræmdu prófin og við getum fylgst með þeim gegnum PISA, getum við fylgst með nemendahópum frá grunnskóla og upp í gegn og það sem við sjáum til dæmis núna er að það er orðið svona verðbólga í einkunnum í Svíþjóð og það er verðbólgan í einkunnum milli staðar í nánast öllum skólum en hún er sérstaklega til staðar í ákveðnum skólum, ég ætla ekki að nefna hverju það er, þið getur giskað á það núna og þá hefur verið hægt að sýna fram á þetta með samræmdu prófunum og eitt af því sem kannski var áhugaverðast við það, við höfum haft bara hreina tilraun í þessu að síðustu 2 árin og að samræmdu prófunum í 10. bekk, sem samsvarar 10. bekk í Svíþjóð, voru þau lögð niður. Þannig að það voru ekki samræmdu próf núna í ár og ekki í fyrra. Og einhvern veginn bara flug af stað. Einhverju hluta vegna þá er fullt af nemendum sem er búin að vera heima á skólanum, sérstaklega þá í fyrra. Það fá miklu betri einhvern heldur en þau voru að fá þegar þau voru að mæta í skólanum. Og það er hægt að tengja þetta beinlínis við það að það er pressa á kennara og skólastjóra að skila góðum niðurstöðum vegna þess að það hækkar stöðu skólans í samkeppni. Þú ert að nota einkunnir sem bæði verkfæri til að mæla bæði sem verkfæri til í samkeppni og sem einhvers konar stuðul á það hversu vel nemendunni gengur, hvað nemendunni er að kunna. Þannig að þetta er tvöföld funksjón sem að raunverulega fer ekki saman og hefur haft mjög alvarleg áhrif. Þannig að verandi PISA skeptikar sjálfur og ekki neitt rosalega hrifinn af samræmduprófum, þá myndi ég segja það að þetta hefur verið mjög beitt verkfæri í umræðinu skólamál hérna í Svíþjóð. Þannig að þenjast út einhverjum svona bara eins og Coca-Cola sem einu svona var lítil og enda svo bara í 2 lítra eftir því sem því að einhverjum raunverulega markaðsvaran sem að skólarnir eru að selja. En auður að því að tala svona skóla þar sem verið að taka PISA og eitthvað fleira og tala góða skóla og slæma skóla. Þetta ekki oft verið raunverulega, svolítið slæmi skólar á landi oft sagt, en ef að það væri leiðrétt fyrir til dæmis stöðu foreldra og
og hversu margir þeirra eru langskólagengnir og skólafólk og eitthvað fleira, miðað við stéttir og tekjur og þar á götunum. Er þessi flokkun ekki oft bara til þess að segja okkur, hvað okkur finnst þeirra bara gott í samfélaginu? Við teljum svona ídeal fólk svona fólk sem býr í 107 í Reykjavík og þar leðandi eru hæstu einhvern þar eða í Réttarholtsskóla eða eitthvað þar. Svo í hverfinu það sem að Magnús Stóra með sinn skóla upp í Breiðholti, það sem miklu skemmtilegra og fjölbreytilegra mannlíf, að þau ná aldrei sömu einhvernum og alltaf teldir vera svona skítsæmileg skóla sem eru kannski bestu skólandir, þú veist, í einhverjum mannlíf. Já, allir þessi mælikvarðar eru náttúrulega fullkomlega hannaðir út frá hinni hvítu menntuðu millistétt og það hefur verið þannig alltaf á Íslandi og líka alltaf í Svíþjóð og í öllum hinnum löndunum líka. Bara skólakerfi almennt eru tannhjól í því að viðhalda yfirráðum hvítra ófallara Íslendinga sem tala íslenska móðurmáli og eru í efri eða millistétt og það er þannig og það sjáum við á þessum prófum klárlega. En mér langar að tengja líka aðeins það sem að Magnús var að segja, svo förum aðeins í stöðuna á Íslandi, þar sem að kannski ekki svona ótrúlega mikið af stórfyrirtækjum að reka þó það sé til skóla, með að það meira svona að fara að bera á orðrómi og hvernig þessi skóli og hvar ætti ég að setja barnið mitt í skóla, ég setja þennan skóla eða skólan í hverfinu hliðina og ekki síst hvar á ég að kaupa mér framtíðar húsnæði fyrir mig og fjölskyldun mína. Því það sem við sjáum í svona íslenskum rannsóknum er að skólaval fer fram að hluta til með því að þú veljir einkaskóla, að hluta til með því að þú veljir skóla innan hverfis, þetta ert í hverfi þar sem eru kannski 2-3 skólar sem eru nálægir hvor öðrum, en að hluta til líka með því að þú velur þér einfaldlega búsetu og þú út frá því hvaða orðróm þú hefur heyrt skólan í því hverfi. Og þetta vitum við alveg að milli og efri stéttir eru að gera á Íslandi í dag og þetta er meðal annars tilkomið út af því að hverfi höfuðborgarsvæðisins, ekki bara Reykjavíkur heldur svæðisins í heild sinni, þau hafa orðið ólíkari hvoru öðru heldur en þau voru fyrir 20 ára tímabili. Þannig að þar sem að kannski fyrir 15-20 árum þú gast búist við að finna áþekka, skulum við segja, félagslega samsetningu í flestum hverfum og bæjum höfuðborgarsvæðisins, að þá núna er miklu meiri munur heldur en var. Og þegar að munurinn eykst, að þá eykst líka stressið hjá milli og efri stéttum við það að velja rétta hverfið innan gæsalappa rétta og velja rétta góða innan gæsalappa skólan þar sem að eru börn sem að eru frá heimilum eins og þitt heimili er. Því þau eru raunin ekkert að velja skólan endilega með bestu kennaran eða flottasta faglega starfið eða eitthvað þess að þar, heldur er fólk almennt og þetta vitum við bara bæði á íslenskum rannsóknum og erlendum rannsóknum að foreldrar hugsa fyrst og fremst eru foreldrar eins og ég með börnin sín þarna, búa þau þarna í þessum skóla og ef svarið er það er óvíst eða nei, þá mun þú ekki flytja í þetta hverfi alveg sama hversu frábær kennararnir eru í skólanum sem er ótrúlega einhvern veginn trist sko og þetta er þróun sem er komið á fullt skrið á höfuðborgarsvæðinu og er ekki góð, hún er ekki góð bara fyrir neitt í þessari jöfnu. Því að skólarnir verða þá líka einsleitari og missa af eins og vorum að tala áðan tækifærum til að kenna börnum að lifa og starfa í lýðræðisþjóðfélagi. Og svo eitt viðbót að rannsóknir hafa líka sýnt að ef þú spyrð foreldra hvort viltu frekar geta valið 15 ólíka skóla fyrir barnið þitt eða viltu geta treyst því að í hverfi skólanum sé vel fjármagnaður skóli með fagfólk við stjórnvölin og fjölbreytt námsval og fjölbreytt námsrópa og þú getur bara treyst því að hverfi skólinn sé þannig. Þá vilja foreldrar almennt tal. Þau vilja ekki þurfa að liggja yfir því hver af þessum 15 skólum er bestur á PISA. Það er bara ekki mjög gefandi iðja að liggja við því. Þannig að, já. Ég fæ grípa aðeins inn í þetta. Ég held að þarna séu kannski akkurat kannski það sem við vorum að tala hérna áðan og þarna skiptir ótrúlega miklu máli að þessi umræða sem er hérna og sem mér finnst bara í rauninni hefur verið í kringum okkur að þarna erum við komin á stað þar sem klárlega þessi umræða er í gangi. Þarna er umræðan
að það nákvæmlega það sem við erum að vísa hérna í, að það komið þannig að þessi orðrómsumræða út frá ákveðnum þáttum og auðvitað ég valdi mér það sem einstaklingur óháð því hver staða mín að fara hér og flytja í þetta hverfi með mín börn eftir að koma aftur í höfuðborgina af því að ég valdi mér það að vera í þessari kreðsu sem að ég upplifi hér í Breiðholti sem bara alveg án vafa besti staður til að búa í borginni. Það er ekkert að hugsa það hjá mér. En það aftur á móti það sem skiptir mjög miklu máli og nú erum við bara til þess að fara inn í sveitarstjórnarkosningar sem eru náttúrulega það sem ráða grunn- og leikskólum á Íslandi, að þá þarf svolítið, hvað að segja, hvort við orða það kjark, hvort við orða það hreinskilni eða einlægni til þess að taka þessa umræðu akkurat svona, að velja það, það þetta sem við viljum. Sko skólaval, þegar það var að byrja hérna, það kannski komið 15 ár síðan það var að gerast og þá var það mjög oft þannig vegna þess að hérna eitt sinn og áður fyrir þá var það þannig að börn fluttu sig hverfi, bara út af búferlum, að þá var bara eiginlega þar með að vera svona í liggu við skúpað út úr sínum skóla. Það þurfti töluvert að fara til þess að koma til móts við það að ef ég flutt úr Breiðholtinu í Voga, þá fékk ég ekki að vera í skólanum í Breiðholtinu. Uppalega verður þetta eitthvað svona pæling og þetta svona, ég ætla ekki að segja þetta við smokrast inn svona því að við komið langt síðan það var og erfitt að láta fólk svara fyrir það, en mögulega var það pólitísk ákvörðun að búa til einhvers konar samkeppnisumhverfi sem að skólarnir hafa aldrei tekið undir, því það sé bara mjög skýrt og klárt að þessi umræða og þetta sem við erum að tala hérna hefur alveg verið svona orðræða líka milli skólana hérna, til dæmis í Reykjavík, ef ég dett inn í það hlutur að þekka hér. Þetta umræða sem við viljum ekki taka og við þurfum að ræða það og við erum að gera það hérna reglulega út frá skólavali að sitja fyrir fram á foreldra sem eru að óska eftir flutningi barnanna sinna og við erum kannski núna í þeirri stöðu nákvæmlega sem að var að lýsa hérna áðan að fólk vill koma inn í einhvern ákveðin skóla verandi í nálæðinni og þetta eru hlutir sem við höfum rætt til dæmis í borginni við okkar pólitíkusa sem eru þeir sem taka þessar ákvarðanir að þarna séum við á braut sem að skiptir mjög miklu máli að sé umræða að við þetta litla samfélag sem að látum stundum eins og við séum ekki skipt samfélag sem er náttúrulega bara ekkert rétt við getum farið aftur í bara litlu sjávarplossin eða þess að presta á sýslumenn hérna áður við komum úr þessum ranni og þetta er bara aktuelt umræða og þetta er pólitík eins og svo margt annað að taka þessar ákvarðanir eru bara pólitískar ákvarðanir líka að þetta skólaval er eitthvað sem að var það var ekki stór samfélagsleg umræða þetta svona eins og ég upplifði allavega þá dettur svona inn sem eitthvað hliðarverkefni en í dag þarf kannski að fara einmitt velta því fyrir sér og það er rannsókn sem var hérna sem ég veit að auður kannast við sem að mér fannst mjög flott, það sem var verið að fara í skólavalið hjá okkur og svona rýna í það hvernig það var að koma út. Það gerist rétt fyrir COVID og það var svekkjandi að þar var til dæmis pólitíkin í Reykjavík kölluð til að borðinu til þess að taka þessa umræðu með skólanum og mér fannst svo umræða að vera þroskuð og fín en hún datt svolítið þess að COVID hefur alltaf fengið ný verkefni en þetta er klárlega umræða sem að er bara raunveruleg og þarf að vera uppi ef við erum með skólaval til hvers það ef það er eins og Gunnlaugur var að vísa í sem að og við erum öll kannski svona tipli kringum að það sé vegna þess að einhvers konar orðrómur eða einhverjir mælikvarða sem að eru rauninni algjörlega galnir, hvort sem það er samræðspróf eða PISA sem eru þar eða eins og Gunnlaugur var að tala einhverna verðbólguna sem hefur alveg verið rætt hérna en ég vil nú meina að íslenskir skólar af því þeir eru litlir og við erum ennþá með nálæðin í skólasamfélagunum og menn hafa borið gæfu til þess að fara ekki þessar leiðir að fara að reka menn út af einhverjum tölfræði þáttum að það sé ekki eins mikil hætta en það er raunverulega hætta og þá þarf kannski pólitíkin í borginni eins og núna, eins og þá í ríkiskosningunum þegar því kemur hún fara mjög lítið í alþingiskosningunum síðast skólamálum að taka svona punta og velta fyrir sér nákvæmlega því sem að við erum að fara hérna fram og þessi rannsókn stundum með gögnum. Ég veit það alveg að ég var að spjalla við fólk út í Svíþjóð þar sem menn hafa beitt skólanum í einhverjum tilvikum inn í Malmö sem jöfnunartæki sem að við völdum held ég sem samfélag fyrir einhverjum árum að hafa að það eigi allir jöfn tækifæri.
það er kannski að þynnast út og þá verður pólitíkin að hafa kjark til að taka eitthvað svona samtal og einmitt segja að þú veist, það er ekki þannig sem það að vera og ég hef alveg fengið meldingar, ég fekk það áður hérna áður ég var komið í Seljakverfið, að veist, við heyrðum það alveg að það voru ákveðin hverfi sem að vildu svolítið einhvern veginn meina það að þessir listar sem voru hérna allræmdir, sem voru það í hvaða röð menn fóru í þessum samrænduprófum, PISA gefur ekki skólan en samrænduprófin gera það, að það var bara, fasteignasalarnir voru þeir fyrstu sem byggði eftir þeim niðurstöðum. Það var bara þegar Moggi var búin að prenta upp hennar lista, þá ef að skólinn hækkaði 5 eða 7 sæti í einhverju hverfi, þá var það kannski bara auglýsing á fasteignasölu, bara kannski ekki endilega í stóru fjölmiðlunum, en í öllum nærumhverfinu bara þetta er það hverfi sem er að hækka sem mest þarna og samrænduprófin eru náttúrulega galin mælikvarði, það er náttúrulega ég er búin að vera í 27 ára undirbúa börn þar undir og það er bara eins og að vera í einhverjum lottoleik með fjármál heimilisins sko. Þetta er ekki mælikvarði sem getur gert á en þetta er aktuelt umræða og það er alveg virkilega vert að umræða þess að skólaval verði umræða í íslensku skólakerfi og íslenskum stjórnmálum, það skiptir máli. Já, það skiptir máli að vera með umræðina skólaval inn í skólakerfinu og svo líka út í samfélaginu það sem er verið að lýsa hérna, það sem að fólk er að velja búsettu út af orðrómi hvaða skóli er bestur og kannski að velja börnum sínum félaga af líku reki, þannig að kaupa börnum sínum tengslanett með því að borga yfirverð á íbúð í 107 umfram það sem er upp í Breiðholti. Þetta er náttúrulega sem samfélagi eftir kannski að taka upp og ræða hvort við viljum íta undir slíka þróun á samfélaginu eða hvort við viljum hafa hér náttúrulega verður aldrei stjætlu samfélagi en að það sé að við lifum í blönduðu samfélagi og skiljum gildi þess að börnin okkar alist upp í slíku samfélagi. En nú erum við búin að tala í klukkutíma, en ég ætla að fá að enda þetta. Ég fæ bara eitthvað til þess að halda áfram þessu samtalið, við rétt náum að kroppa ofan að þessu. Ég ætla að vekja athygli á því að sunnudaginn næsta verður Auður Magdís með fyrirlestur sem að verður útvarpa hérna á Samstöðinni. Það geta örfáir mætt í Bólholt 6 þar sem hann fer fram. Hann mun heita markaðsvæðing menntunar og verður mjög áhugaverður. Það sem að rannsóknin sem að Magnús Þór var að tala er rannsókn sem að Auður Magdís kom af ef ég þekki rétt, þannig að það verður mjög fróðlegt að sitja þann fyrirlestur. Ég ætla líka að vekja athygli á hvað hérna framundan á Samstöðinni í kvöld. Það verður þáttur, leigjendaþáttur sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson sér hann mun þar ræða við Sebastian Bartels sem er starfar í leigjendasamtökum í Berlín sem hafa 180.000 félagsmenn og hafa haft gríðarleg áhrif þar, meðal annars unnið að því að það var samþykkt að þjóðnýta stór leigufélög þar. Síðan eftir að leigendaþátturinn er búinn þá byrjar hér pólsku þáttur á Samstöðinni, hann er á pólsku, byrjar klukkan 10 í kvöld. Þannig svona vex Samstöðin upp, hérna sittum við alla daga og reynum að skilja samfélagið sem við lifum í, heyra ólíka raddir, hvet ykkur til þess að fylgjast með, þið getið aðstofa okkur með því að læka síðu Samstöðurinnar á Facebook, gesta áskrifundur á síðu Samstöðurinnar á YouTube, dreift þáttunum okkar og ítt þar með undir það, ef þið viljið styrkja Samstöðuna fjárhagslega eða dagskránaðina, þá getið gengið í alþjóðfélagi, það að gera það í samstöðun.is. Ég þakka gestum mínum kærlega aftur og þeim sem að hlustuðu og segi takk fyrir þetta.